að ræða hérna íslenska menningu. Það nú klassíst fyrir staða íslenskar menningar. Það var eins og var verið að ræða þetta hvað verið staða ljóðsins eins og var alltaf þegar ég var ungur og þá sagði Dagur Sigurðarson er ekki búið að ráða Sigga Páls í hana. Það er að ræða stöðu menningarinnar og við hefum fengið hingað fólk úr menningunni. Kristín Gunnlaugsdóttir, málari. Eða myndlistakona? Já, myndlistakona. Frekar málari. Er það ekki? Jú, Greta Kristín Ómarsdóttir, leikstjóri. Kristín Gunnlaugsdóttir, málari. Nei, Auður Jónsdóttir, rithöfundur. Ég ætla að vera að segja. Já, ég er að vera hvata því að Siggi bróðir ruglast alltaf hérna í þættinum, en hann ruglast ekkert núna, þannig að ég ákvað að skjótt taka eitt rugl. Og Þorleifur Örn Arnarsson sem er líka leikstjóri, en kemur svolítið úr óperunni. Já, líka. Já, ég er að selja að þetta sé svona leiklist og myndlist og tónlist. Og ég prófið ykkur svo fullri óperur í Íslandi, alltaf leið, já, bara. Herðu, ég hef verið með svona langar til þess að hafa svona umræðu í menningu hérna við Rauðaborðið og svona án þess að vera kannski ganga beint út frá okkur svona einstökum verkum, þetta er svona hugmyndin það að sé hægt að ræða svona stöðunni á menningu og listum, þannig að það sé einhvern veginn sýni stöðu samfélagsins, svona svipað að leyfi sér stundum að gera við hagfræðinga og alls konar fólk. Frekar heldur að vera að tala svona einstök verk svona, sem er svona neytenda fræði. Ég veit ekki hvað ykkur finnst þú það? Hvort að það sé... Það er bara frábært, jú. Þið er nú öll svona að skrifa samfélagið, er það ekki? Ég skrifa ekki, já, ég er í mjög hljóðlátt að gera myndlistarinnar. Já, þú ert að tala beint við samfélagið. Já, og það er nú bara vettvangur listarinnar að vera spegill samfélagsins, ekki satt. Mér sé hvað fólk horfum ekki inn í samtíman eða aftur. Jú, og samtíminn er auðvitað allt. Hann byggir á grunni og hann er hið persónulega og hann er einstaklingurinn, þannig að sviðið er stórt þannig, en samtíminn býður bara upp á svo mikla speglun núna, þannig að maður hefur reyni ekki undan að taka við og síðan þarf einhver tími að líða þar sem að maður líka gerjar, veltir fyrir sér og síðan síast þetta inn og á að koma einhverju gagni þegar maður fer að skapa eitthvað. En það liggur mikið á, finnst mér, núna. Það er svona mikið spenna sem hefur verið viðvarandi lengi. Spenna í hverju? Ég bara, í samtímanum út á við, þá er ég að meina aðalega heimsmálin. Þau snerta mig persónulega miklu meira heldur en innanlandsmálin. Mér finnst að vera svona búið að setjast í sálarkerfið einhver skuggi og maður þarf að horfast í augu við þennan skugga sem að hluta til er maður sjálfur og síðan hvernig maður tekur þátt í því að vera lifandi á jörðinni, hvaða ábyrgð maður tekur og hvernig maður getur sýnt samkennd og komið að gagni. Mér finnst þetta bara að vera heilmikið mál. Og minn vettvangur er að skapa sjálf. Best var að þú fengir að melda þetta og kæmi með svari eftir 10 ár. Já, það er ekki en þú vilt eiginlega koma með svari strax. Í gær, já. Og ég held að það verða að vera þannig og það er ofta ekkit verra að bregðast bara við af eðlisávísun og eðliskvöt og gera hlutina. Þetta verður bara blanda. Þetta er blanda bæði. Nú er ég persónlega búin að standa í því að gefa mikið af mér á eigin eða þessu síðast ári að því ég var með stóra sýningu sem er enn í gangi og búin að fara inn í ákveðna hvíld. Áttu að vera yfirleitt sýning en þú mála er svona helmikinn? Já, einmitt. Ég gerði bara ótrúlega mikið á einu ári og vann gríða mikið. Þannig eðlilega vill maður svona aðeins fá að ná andanum en það er mjög ótrúlega fljótt að gerast að maður er búin að ná andanum og verður þreyttur á að hvíla sig á lengi og fer strax að hugsa hvað svo. Og það er bara heimskerfin kalla á svörun. Við hljótum öll að finna það. Þú talaði svolítið, þegar þú varst að tala þetta með svona skuggan sem kemur að fólk kannski svona á þínum aldri og mínum aldri lifði einhvern veginn við að trúa að heimurinn væri svona ádómandi styrð alltaf betur og betri og ég held að, ég veit ekki hvort að það sé fólk sem er yngra, Greta, sem hefur þessar sömu tilfinningar, því ég verði svolítið varfið þetta hjá mér og ég veit ekki hvað ég gera við hennan skugga sem er í sálinni af því að það gleymdist einhvern veginn þegar ég var yngri að ég er of gamall líklega fyrir kjarnorku kvíðan sem kom svona eiginlega eftir 80
ég náði honum. Já. En þetta alveg meira en skuggi, sko, ég fór í alveg að hugsa í gær, við getum bara orðið einhver bandarisk nýlenda og bara... Ég held að það sé bara stutt í það, sko. Bara stutt í það, þannig að bara Venezuela Já, búið að taka Venezuela og Já, búin að... Kólumbía næst og... Já, og við og Grænland og þetta er svo mikið sem að maður einhvern veginn að reyna átt sá. Þetta hefur margir verið að segja þetta einmitt eftir atburði gærdagsins, eða ekki? Að þetta væri eiginlega endalok yfirráða Dana á Grænlandi. Já, getur verið. Þú veist, það verðist einhvern veginn allt geta gerst. Þetta er er eins og svona, það búið einhvern veginn stroka út alls konar gildi og skilning sem bara fólk fætt eftir seinni heimsstyrjöldina hélt að væri einhvern veginn við líði í vestrænum heima allavega, eða eins og þá hugmynd sem við höfðum hann. En einhvern veginn, já, þetta er svolítið mikið átt að segja á, bara atburðir dagana núna. Við höfum tekið því sem sjálfsögðum hlut sennilega, bara við erum svolítið að kafna í neyslu og afþreyingu og svona sofnað á verðinum, örugglega, sem er líka bara mannlegt, þegar það er búið að vera gott lengi, þá dofnar yfir kerfinu svolítið. Svo bara mætir þessi fasteignasali þarna í Bandaríkjunum og allt annað líka, það gjörbreytist allt á mjög stuttum tíma. Gaza var líka svona það sem maður þurfti að endurskoða stöðu sína sem íbúi á þessum heimið, ekki? Í Gaza er búið að gera svo mikið að því að sko við erum bara að horfa upp á þjóðamorð í beinni í sjónvarpinu, búin að vera úr tölvunum okkar og bara hvað það gerir líka og vanmátturinn gagnvart því og bara að þessi hömluleysi viðbjóður sem er búin að vera þar í gangi. Núna árinu kannski fallegasta íslenska menningin sem ég sá var kleinuaktivisti fyrir norðan sem ég fór að heimsækja að taka viðtal við. Kona að baka kleinur til að hjálpa fólki á Gaza að kaupa tjöld. Og svona fólk þar sem var bara í beinu sambandi, bara alla dag og alla nætur við fólk í Vídeóum á Gaza. En við erum kannski einhverju leiti líka bara að horfa á ákveðið svona siðmenningarfall og það sko, maður horfir á sko ferli frá, maður getur svo, maður tekur upp punkt eins og falli járntjatsins, að sko allt í einu er engin mótstaða við sko nútíma kapitalisma, þessum svona nýfrjálshyggjulega kapitalisma og hann þarf ekki að sanna sig, það er engin önnur hugmyndafræði, svona hugmyndafræði lítur undir lok og Fukuyama skrifar að tíminn sé á enda og tæknikratan sé runninu og það rennur undan sko gildunum og ég held að sem ég er rétt sem að segja að sko að tekur við svona efnislegt góðæristímabil en að mörgu leiti hægt og rólega molnar undan svona siðferðistreki að því að það þarf ekki mikið að berjast fyrir hugmyndum, fyrir gildum, fyrir lýðræði, fyrir mannréttindum að þau virðast bara að vera komin og lýðræðið er einhvern veginn lýðræðisleg stjórnskipan er á uppgangi allan heim og undir niðri kraumar síðan allt annar veruleiki, það verður misskipting efnislega gæða í heiminum eykst og Thomas Piketty skrifar að renta fjármagni sé fjórföld af rentu af launum sem að automatist leiðir til olíokratíska eða olíarkalegt samfélags eða patriarkis samfélagsmyndar og þetta er að krauma í bakgrunnum, kerfin verða sterkar og sterkari, hagsmunir verða sko bundnar og bundnar þessum kerfum sem að hafa í raun ekki farið gegnum endurnýjun síðan í seinni heimsstyrjöldinni þegar þau eru stofnuð á svona grunni einhverja risastórar katastrófu, sjálfum gleði og þegar þú spurðir sko merkingu, sko mér stundum talaði menningu og síðan listir og ég er, þú veist, við erum öll hluti af menningunni en ég er listamaður og og hvaða ábyrgð ber maður þar og það er kannski og leikhúsi sem er svona minn heimavöllur að þetta er sko stað, þetta er humanist musteri, þetta er musteri þar sem við getum skoðað bæði stóru samfélagsmyndina og litlu samfélagsmyndina sem oft ekki endurspeglast mjög vel í
sko sínum, í fjölbreytileika sínum, í bæði skugganum og ljósinu, og það kannski það sem manni hefur fundist vera tendens að mæta þunganum með meira léttmeti, meiri afþreyingu, með meiri flótta, í staðin fyrir kannski að mæta því á svona forsendum grundigrar endurnýjunar sem að ég held að, og þá er ég ekki meina endurlega sko að þurfa að finna allt upp nýtt, heldur að þarf að endurnýja umboð þeirra hugmynda sem skópu heim eða geta skapa þann heim sem okkur langar að búa í. Og þar held ég að listin geti spilað og spili mjög mikilvægt hlutverk. En það kemur þarna inn í sko akkurat, þetta minnir mig einhverju leiti svona tímar eftir hrun, þá var ég svona hússkáldi Borgarleikhúsinu og mér fannst svo erfitt, það var allt svo brjálað og klikkað, mér fannst eitthvað svo erfitt að ætla að skrifa einhvern skáldskap eða leikrit og þetta er bara eitthvað 1000-falt það einhvern veginn. Þegar allt er orðið svona absúrt og allt er orðið svona bara eins og í einhverju dystopíuleikriti. Það var svo erfitt að ætla að búa til. Líka að sviðsetja það. Já. Greta gerði það bara. Ég gerði það. Mæla ekki með. Þetta er bara review. Já. Að reyna að prósessera það sem er að gerast. Í rauntíma sem er alveg klikkað. Og vitnum við eitthvað sem maður las á internetinu daginn áður? Já, nákvæmlega. Já. Ég held að sé svona, í allan inn í mér eru svona tveir svona stórir svona þræðir að toga. Annars vegar þetta stóra samingi þetta endurnýja, mér finnst eins og við kannski í menningunni, við sem störfum þar og innan stofnana sem eru standa fyrir menningu í svona samingi við heimsmálin, þá eru við þurfum að endurnýja af því að gildin, þessi vestrænu norður-evrópsku gildi sem að við reisum samfélagið á eftir seinni heimstyrjöld, þessar stofnanir Sameinuðu þjóðir með þjóðamorðinu á Gaza, þá er þetta orðið innantómt, það er orðið eitthvað svona rof, þessi húmanísku gildi sem að við höfum svona lallað eða sofið í svolítið langan tíma núna, þau eru einhvern veginn hólað innan, það standast ekki loforðin í frjálshyggjunni, í sósíalismanum. Eins og leikrit, eins og þorluruglega inni bara eins og í Þýskaland það sem er notað eitthvað svona helfarar ákvæði til að kæfa niður alla gagnrýni. Þetta er bara svona eins og eitthvað leikrit sem maður sé 100 sinni sem maður var barn og bara einhvern veginn ásetningurinn til að koma í veg fyrir að annað eins endurtekja sig eins og seinni heimsstyrjöldinni verður snýst upp í andstæðu sína. Ég man þegar ég var að byrja að mennta mig í Þýskalandi og ég tók svona að sko, þegar maður kemur í nýtt samfélag þá er maður getur maður að skoða það svolítið mikið utanfrá og ég fer til Þýskalands að því mér langaði að nálgast eitthvað svona stjúpsögulegan bakgrunn, Þjóðverjar nálgast alla hluti í sögulegu samhengi sem ég fannst ofboðslega spennandi, en ég stoppaði við sko á þeim tíma þessa hugmynd að það eru ákveðnir hlutir sem sko ekki bara er ekki ósiðlegt að segja, heldur hennilega má ekki segja. Og ég hugsaði sko að þegar það viðhorf verður algilt, að þá sko helsta fórnarlamb þess eru góðar hugmyndir. Því að þær sko góðar hugmyndir skerpast í því að þurfa að taka rökræðina við önnur hugmyndafræðigildi. Allt stofudrama fjallar þetta, eitthvað sem má ekki tala en kemur svo í ljós í þriðja þætti hvað er. Já, og veldur tragedíun, það er kannski punkturinn. Stofudrama er eiginlega merkjum að við megum alls ekki hafa þetta. En þess vegna er þetta svo skrítið, þú veist, svo í Þýskumalandi löndum sem er rosalega leikhús, hefur rosalega bókaútgáfa frá öllum heiminum, allt, að þetta gerir samt þar. Þú veist, þetta er svona það eru allir búnir, þú veist, það er fullt af barnaleikur sem fólk er búið að fóta frá blautu barsbeini, einmitt öll stofudrömmun þetta en samt einhvern veginn Já, þetta er Má ég aðeins, því við erum að tala eftirstríðsárin og stofnanirnar sem voru byggðar upp þar og svona þessi hugmyndum að við værum á leiðinni til skárra
skári heims, aukins jafnaðar, þú veist, í orðikvæðinu, stjórnvöld það við kannski ekki sinnt í og aukis frelsis og rétta hlut kvenna og svartra í Bandaríkjunum og samkynniðra og fatlaðra og fólkleira, að þetta byggði á einhverju svona við varum saman að byggja upp samfélagi líklega. Að við verum að meta okkur á hvort við gerum gagn í þessu samfélagi en svo sjálfsmynd og svona staða mannsins í samfélaginu er ekki þannig lengur ef við ekki að vera besta útgáfan á okkur sjálfum. Jú, og það er ekki svona mikil svona samfélagsleg það þótti pólitísk list þótti hallarisleg í allan ífranskutíman held ég. Já, það, sko, sem var þeir alltaf haldið fram, ég meina, ég sviðsett rannsóknarskýrslu Alþingis á stóra sviði voru, já, eftir hrun og þetta var töluverið barningur að koma þessu á að því að það voru allir svo sannfærður að það langaði engan að tala um þetta og það kemur þetta bara í ljós að það er ofboðslegt katharsis að takast á sko við hins vegar sko kannski það pólitíska leikhús sem að verða vitna í sko svona næstu í brektiskri svona didaktískt leikhús, það sem að sviðið stendur og segir þér sem áhorfenda hvað er þið rétta og það er bara ég held að það þarf ekki leikhús til að það er eiginlega bara óþolandi stað að vera í og ég held að mikið af svona menningarstríðs sko vandamál sem við höfum lent í eru og maður upplýðir sér sem svona einmitt koma úr sko svona leikhúsi þar sem maður vill skapa og sína ofboðslega margar hliðar að maður upplifir að maður er búin að vera langan tíma í svona, það eru öfgar og svona miklar öfgar í umræðinni að samhengi er tekið úr, það má ekki tala um samhengi því að þú verður að vera alltaf einhvers þar réttu megin við einhverju línu það er svo mikið skrumskæling einmitt því. Já og þá er svo erfitt að ná fram þessum sko fjölbreytileika þess samfélag sem við búum í og það, þú veist, og ég held að að við höfum lent og töluverðum sko ég held í rauninni að þetta er svona einhver leiti er þetta, þú veist, og þetta er ekki hægt að líta fram hjá þætti sko samfélagsmiðla sem eru náttúrulega keyrðir áfram af algoritmum stærstu og ríkustu fyrirtæki í heiminum sem eru með hermanna til að hanna algoritma sem að ýta undir sko ávanabindandi hegðun og þar að lenda á sterkustu tilfinningar, reiði, hneykslun, svona, sko, þýska orðið vút er svo gott, ofsa og ofsa og þegar að svona stór hluti sko umræðanar fer fram undir sko, eins og ég segi, undir sko hagnaðardrifnum algoritmum sem eru hannaðir til þess að ala á óeiningu að þá er ofboðslega erfitt að skapa einhvers konar sko umræðugrundur. Samtal. Ég spurði gervigreindin að gera eitthvað, þú veist hversu mikið hafa núna vaxið líkurnar á hvað 3. heimsstyrjöld sem sumir segir reyndar að sé lengur byrju og þetta var svo skrítið á bara eitthvað svona gervigreindin tölvuminni, ég fekk eitthvað svona ógeðslega skrítin broskall, eitthvað svona eitthvað það ég finn ekkert meir þetta og þetta er alvarlegt mál og eitthvað, þú veist, það var rosalega skrítið. Við yfirgáum þig. Mér er að gervigrindin er múin að gefa upp. En ég ætla bara að segja með þetta með leikus að ég man eftir Nörrubrú þegar Danir voru með að fara inn í Írak, þegar Bandaríkjamenn voru að fara inn í Írak og rosa líka andspyrna í Danmörku gegn því og þetta eru svipum tíma á skopmyndin, það eru Múhameð, það var rosalega tension í samfélaginu og svona hryðjuverk og alls konar og þá var eitthvað lítið leikus á Nörrubrú sem var bara með einhvern gamaleik, bara einhver svona, þú veist, revíu Hannes Fogh og George Bush og ég fór á þetta og fólk það hló svo taugaveikla mikið, þetta var svo góð útrás fyrir það að fara þetta og bara horfa á þess að sleppi revíu og fá bara, maður fann hvernig taugaveiklinn bara sprakk í hlátri og ég bara sjaldan sé bara leikhús þjónins vel bara andlegri heilsu fólks. Svo fólk tók þátt í deginu með óbreyttum. Já. En mér finnst þessi hugmynd sko að listinin hafi það hlutverk að fólk komi og setjist í 1, 2, 3 klukkutíma og komi síðan út og sé orðan aðrar manneskjur, það er mjög einfeldisleg mynd af manneskjunni. Veist, og listinni líka. Ég held að við ég haldi áfram með punkti sem ég var að reyna að gera áðan, þú veist, að í menningunni, sko, í stofnununum sem halda utanum
listinar okkar, þá erum við í einhverju svona, held ég að við verðum að fara í mikla sjálfskoðuna því að við kannski, þú veist, listir eru svolítið á vinstri vængnum og við höfum haft umboði, við höfum haft við höfum verið að ritskoða leynt og ljóst, það hefur verið okkar boðskapur, okkar málstæður ráðandi í öllum útlutunum, þú veist, allar fjárveitingar, þú veist, listin er vinstri sinnuð, hefur verið lengi og við höfum verið að ritskoða, við viljum ekki sjá nasisma á sviði, eða skilji, við viljum ekki sjá alt-right sýningu, við viljum ekki, það er þá innræting, við höfum verið á einhverjum stalli, þú veist, og í rauninni verið að ritskoða, en núna stöndum við kannski frammi fyrir því að í nálæri framtíða þá mun þessi ritskoðun lenda á okkur og hvað verður þá listina og hvað þýðir það frelsi listarinnar, bara svona gaggjart bara í stóra samhenginu. Og munurinn á skilur við, einmitt, hvert er hlutverk listarinnar að vera spegill eða mennta eða knýja fólk til byltingar, hvað kröfur ætlum að gera á listina? En okkur vandamál fyrir listina sem hefur þjónað vinstrinu, að skipta bara herra, vön að þjóna. Nei, og hvað gerum við þá? Hvað erum við þá? Þú ert alltaf að lýsa að það hefur ritskoðun í aðra átt og ef að svo ritskoðun snýst við, þá er það ekkert meira eða minni ritskoðun, það er bara mismunandi aðeins. Hún er líka aðeins meira svona kannski beinskeyttari. Listamenn bræðir í að taka við ritstjórn, þannig að þeir bara, ég er bara þjóna þeir sem rétti með tjekkan. Já. Ég finn svolítið fyrir því, núna náttúrulega vinn ég er í Listaháskólanum og ég verið að fylgja svona yngstu kynslóðunum út í fæið undanfarin ár og ég finn ofboðslega sterkt fyrir einhverju svona sætgæsti sem að ég verið að reyna að átta mig á af hverju það stefnaði fyrir svona 15, 12, 10 árum þegar ég er að byrja, þá erum við að gera pólitíska list, þú veist, ég gerði verk Panamaskjölin og við vorum að tala hrunið og maður sér miklu meiri sértækni vera að koma, þú veist, við erum að fara inn í það spesifíska og fólk er að fjalla tengsl og miklu meira manneskjuna og samböndin okkar og þetta svona intimate sértækar sögur og minna kannski einhvers konar þröngu að stærra samingi sem mér finnst áhugaverð þróun sko. Það er líka þessi valdefling sem er bara í að skrifa og skapa. Já, og versus þetta, einmitt, hvernig maður á að prósessera og hvað gerir listin á stríðstímum, er hún þá, hvað förum við þá að rannsaka í listinni? En er þetta ekki einhver leiti líka með mótsvar við þessu yfirgengilega flækjustíi í samfélagsmyndinni? Ég held það. En mörguleiti alveg óbáslega skynsamlegt, að því að þú veist, hvar byrjar heilunarferlið? Já. Þú veist, það byrjar ekki á, þú veist, í efst í píramídanum og við myndum kjósa bara frábæra leiðtoga. Ég kaup ekki hugmyndina að þetta hafi gerst þegar Trump kom til valda. Nei, bara. Trump er afsprengi ákveðins tíma, ákveðnar menningar, að þessi maður skuli hafa verið kosin í sjálfum sér. Hann er svona birtingamynd. Hann er bara birtingamynd. Skilgetið aðkvæmi Ronald Reagan. Nei, já, en ég held, þú veist að... Og líka bara þess að vera í gangi í Silicon Valley og bara, þú veist, þetta er bara alltaf aðstæða. Já, við erum, þú veist, með því að fókusar á Trump, hann er sko, diversion, hann er Hann er spektakul, hann er trúður. Já, hann er trúðurinn sem við fylgjumst með, þú veist, og getum þá hengt sko reiðin á eða þú veist, eða aðdánuna saman hvernig maður stendur, en hann er í rauninni alltaf bara svo sjónkverfingamaður, að það sem er raunverulega að gerast eru alltaf aðri hlutir og meðan það er fókusar á hann allan tíman, að þá komast þeir upp með það sem er raunverulega verið að gera tiltölulega óáreittir, sko. En hann er svolítið tákn fyrir það sem vekur okkur upp. Okkur finnst svo óskiljanlegt að þetta hafi náð svona langt og þá fyrir við að skoða af hverju, eðlilega, og hvaða rætur eða úr hvað umhverfi fæðist svona og síðan fyrir við yfir allan hnöttin en mér finnst einmitt þetta ef ég má koma inn í það sem varst að tala samtalið stundum er ég að hugsa að meðan það eru svona rosalega örar og hraðar breytingar og svona sterkir kraftar sem eru mótandi í kring og fólk verður auðveldlega óttaslegið sko, að þá kemur þessi tilhneiging sem er í listum, hún sér alltaf sig, hún viðurkennir í rauninni enga herra nema á yfirborðinu. Góð listaverk
koma bara alltaf úr ótrúlegasta jarðvegi og ótrúlegustu tímum og ekki eftir pöntun, við bara treystum því, þetta bara sér sig sjálft, en þegar það svona róstur, þá ég hugsa svo oft það einmitt þetta samtal hvaðan þetta sprottið í okkur. Mér finnst vera mikið þörf í því núna og það kannski, okkur tókst þó að ala upp börnin samlega, að ræða hlutina og viðurkenna, skoða í einn skugga líka og sjá í sér sem mannesku það sem birtist í umhverfinu. Þú veist, og mér finnst þetta samtal vera svolítið tekið í listgreinum. Ég hef persónulega mikla þörf fyrir það sem birtist í því að ég bara mála svo allt. Það mjög uppbyggilegt tíma, en ég sé þetta greinilega í sviðslistunum og víðar og já, vatnsberöldin komin, samtalið byrjað og það gerist ekkert nema við tökum samtal. Og þetta líka í aðferðafræðinni, finnst mér finnst við vera að fara aftur í kraftið, aftur í sko litlu, bara handverkina, litlu núansana, dítelana, þú veist, það verið að fara aftur í sagan að koma aftur, þú veist, storytelling að koma aftur. Já, að taka fragmentin og skapa einhvers konar heild. Einhvers konar, og þú veist, að ég man lengi var ég í óbúslega sterkri andstöðu við hugmyndina hina einföldu sögu. Að með því að vera með skýra sögu á sviði, þá værur í rauninni að konforma ákveðin svona borgarleg gildi, ákveðin, og ég fann að ég hugsaði, við erum að detta inn í kynslóð þar sem að efnisinntaka í stuttum, í brotakenndum sögum, og við þurfum að fara að skapa listaverk fyrir þessa heila sem búa til söguna sjálfu úr hinnu brotakennda. Og sen hef ég upplifað undir svona 5-7 árum bara í sjálfu mér, alveg ofboðslega breytingu, að þetta ekki að fara í hinn hreina sögustruktúr ekki flótti, það að geta sett hlutina í samhengi að því að heimurinn sjálfur orðinn svo brotakenndur, að farin í leikhúsi það ekki flótti að geta sest niður og horta sögu og þú getur bara svona hallar aftur í sætinu, heldur sagan allt í einu einhvers konar samhangandi orsakasamhengi sem að þú upplifir ekki lengur hérna úti, þannig að það orðinn challenge að tengja hið flóknað utan við hið struktúr og reynihald Við erum að glíma við samtali hérna við rauðaborðið og eitt sem hefðin hefur skilið eftir var að umræða á opinberum vettvangi væri eiginlega 2 valkostir og þú ættir helst að fá einhverja til þess að rífast þá sem bara algjörlega röng mynd af stöðunni vegna þess að undir þessum valkostum bara eitthvað rosalega óvissa og við ættum raunverulega að vera í að segja stundum þessi samtala á núllpunktinum þegar enginn veit raunverulega neitt að það sú umræða sem að vantar og ég býst við að það sú umræða sem að listin ætti að skaffa. Ekki inn í þetta? Þess ekki að við séum búin að finna lausnina, það svo óralangt frá því. Mér langar ekki að negla niður hlutverk listarinnar. Og það ekki bara, ég held að þessi þörf á því núna vegna þess að kannski var staðan þannig 1960, guð má vita það, eða 90, það væri svona meir og minna valkostir í flestum málum, en ég held að sé þannig núna við þurfum eiginlega svona endursköpun á samtalinu og líka þess að nefndi ég sjálfsmyndina, að við erum kannski eitt sem að maður hafa gagna listinni að því heimurinn breytist alltaf og við þurfum að breytast með til þess að því það ekkert vitlausar heldur en að labba með 30 ára gamla sjálfsmynd á móti nýjum tíma, þannig að við þurfum sífellt að vera endur með hana og mér fannst eins og þið var að tala það, að kannski væri hlutin að því róttakast sem við getum gert var að fara bara mjög næstuði niður á svona einkalegt svæði til þess að reyna að endurskapa sjálfsmynd okkar til þess að geta átt við þessa ólíku tíma því að gamla sjálfsmyndin ef við ætlum að mæta breyttum tíma með henni getur eittir bara einhverja algjöra hörmunga. En þetta þú ert alveg að fara á svolítið flókin vettvang og fyrir mér alltaf bara listin og umræðan svolítið systur. Þú veist þetta, við erum að fástu flóknar spurningar í hvoru tveggja og mér langar líka bara að koma inn á bara þetta finna sögur og flóknar sögur og alls konar sögur, þetta er svo mikið valdatæki, við erum bara með einhverja óreiðu
og svo getum við verið bara eins og með pipaköku mót að Ljúga eitthvað sögutráð. Já, búa til, og umræðan náttúrulega, við erum alla daga að rífast narratífur og sögur, bara hver nei það er svona og hver. En svo erum við núna bara, þú veist, að skriðun á tíma sem að, þú veist, þú getur ekki farið til Bandaríkjanna nema að það megi skoða, þú veist, samfélagsmiðlaðina 5 ára aftur í tíman. Þannig að, þú veist, það kemur líka þetta fólk fyrir að verða, kannski bara hugsa sig áður en að setur eitthvað út. Þannig að þetta er líka, sko, og já, eins og ég segi, bara umræða list, þetta bara vera í umræðu til að fá hugmyndir, til að þú veist, augra sjálfum sér, þetta getur verið í hættu allt í á einhvern svona rosalega lúmskan hátt. Ég nýkomi frá Kína Já. og satt með leikstjóra sem ég þekki þar og ég hitt hann fyrir 5 árum og þá var hann að segja mér að hann öfundaði frelsi sem við höfum í vesturinu til að segja og skapa þær sögur sem við vildum að því að hann í sínu kompani sem fyrir þá í Shanghai og núna í Beijing var hann náttúrulega með, það var náttúrulega ritskoðun og sem var hann búin að læra inn á ritskoðunina að þeir væru sko bókmenntalega þengjandi þannig að það þurfti að skapa eins og ég kynntist náttúrulega því ég var að mennta mig í gamla Austur-Þýskalandi sem er fallið því ég kem þangað að þeir söknuðu þess listamennir sem voru í Austur-Þýskalandi að það, sko, þeir þurftu að skapa sitt eigið táknmála kerfi sem þeir og áhörundur deildu sem var sko subversive, sem var í rauninni að tala eitthvað annað en það sem var verið að presentera. Þannig að sko formið og sko aðferðafræðin varð pólitísk frekar en innihaldið. Þetta er svona eins og þessi rússnesku verk sem í absúrdisma rosalega Já, ég meina þú veist það er besti í sem var ekki ennum keisaran og Sovjeti. En þetta segja þessi góðu þáttur Brecht núna, eða svona skemmtilega áhugaverðir á RÚV, það sem er svolítið í setjum þættinum við einmitt verið að fara þennan línudansans. Já, en það sem var svo áhugavert, ég satt með honum núna bara, rúmum mánuður síðan og sko upplifun mín af Kína og þetta var sko, þetta er held ég hryllilega þessi staður sem ég komið á. Þetta er sko, það er svo sko kapið sem ég er búin að taka upp er ofbáslega vúlgar. Þú veist, það eru bara 100 metra LED-skilti og svona allir sem hafa eitthvað því svona, sko, það er svona kastað fram peningunum sem það átt og síðan gengur yfir götuna og þar eru bara járnrimlar og dúfur í búrum utan á húsum. Og þú veist, og það eru Bentley bílar að keyra og fólk að íta skilur hjólum sem eru hlaðin af vefnaðarvarningi. Það er svona ofbóðslega og það var ofbóðslega loftmengun sem þú gast ekki nálgast upplýsingar inn í Kína. Þú þurftir að komast í gegnum eldvegginn sem er internet eldvegurinn í Kína og þegar ég var að ræða við hann hvernig staðan hann væri núna og hann sagði sko það eru alveg ákveðnir hlutir og unnustum ég var með sýningu þarna og hún þurfti að senda öll verkin inn til ritskoðunar. Það eru ákveðnir hlutir sem eru alveg skýrt það má ekki tala samkynhneigð, það má ekki vera nekt, það voru svona hinnar opinberu reglur. En alvöru reglurnar, þær eru óskrifaðar. Og það þú veist, það veist 2 verkunum hennar voru ritskoðuð og það voru ekki verkin sem voru explicitly politísk. Það var verkum konu sem satt og horfði út á sléttuna. Það var völundarhúsið af grímum og andlitslaust fólk að velja sér sitt eigið identity. Þetta voru hlutinir sem voru bannað. Það er bannað að dreyma. Það er bannað að ýja að því að þú sem einstaklingur getur dreymt einhvern heim og reynt að gera hann raunveruleika. Sjálfstæða hugsun. Og þarna verður til sko svona alveg ofbóðslega sko svona það er verið að eitra jarðveginn. Það er ekki verið að það er ekki verið að höggva trén, það er verið að eitra jarðveginn undir þeim til þess að engin tré geti vaxið sem skapa einhvers konar nýtt lífkerfi. Það er svona vitundin aðþrengi sig sjálf. Já, þú veist, og það sem mann alltaf þegar maður horfir á eins og bara, þú veist, að við horfum hann ekki á það er bara farið inn í annar ríki og undir einhvers konar yfirskinni að þarna sé einhver eiturlyfjabarón sem Bandaríkjamenn hafa gert, þú veist, oft, þú veist, þetta er Nicaragua aftur og þetta er og maður hélt þeir væri búin að sko draga sig í land með svona
og síðan bara næsta sem heyrir bara að þeir ætla að stýra landinu og olían að fara að koma inn og maður hugsa með sér það skilningur á þú veist, þegar að það farið inn í Írak, það ofboðsleg umræða þótt að sé vera að ljúga beint út þá þó minnskosti verið að ljúga á einhvers konar ideológiskum nótum og nú bara að koma að segja við erum bara að fara að taka olíuna og það er svo djúpstæður skortur á skilningi á lýðræðislegum gildum líka líka andstæða, ég var að horfa á eitthvað seint í gærkvöldi og þá var eitthvað svona fréttaþulur og svona já, það eru 4 þingmenn sem hafa sendt út yfirlýsingu sem að mótmæla þessu og hvað eru margir þingmenn ég held að séu 800 í báðum deildum eða eitthvað fáralegu fjöldi það voru 4 sem hafa gert það og þú varst að tala Íraksstríðið að það dó mjög hratt út andstæða við það að þeir sem að voru andstöðu við það hann Magnús Bernhardsson hefur sagt þetta ágætlega að það var bara hringt einu sinni í hann og spurtu það af fjölmiðlum í Bandaríkjunum af því hann var á móti innrásinni í Írak og það var bara ekki hringt meira í hann og hann lifði bara í svona tómi í mörg ár þannig það bara slögt á andstöðunni strax þá og núna sem að maður er að fylgjast með uppgangi Trumpa sem hann er að beygja undir sig fjölmiðla og beygja undir sig háskóla og eitthvað fleira kemur mér á óvart hvað andstæðan er veik og hvað eru fólk meira segna upp á Íslandi til í að réttlæta þetta og ég hugsa bara vá, svona var þetta í Þýskalandi svona 1934 En það bæði þessar PR-orðræður sem koma maður heyri bara í tali ráðherra hvort sem það var eins og þegar var ráðist inn í Íran, þú veist, hérna var meira soft orðræða heldur en bara á CNN, þú veist. Við erum eiginlega verri, Já, bara tökum upp einhverja PR-orðræði frá Ísrael án sem gera okkur grein fyrir því. En svo okkar utanríkisráðherra var líklega með verstu viðbrögðin í allri Evrópu í gær. Þetta var, ég var alveg gáttuð þegar ég las þetta. Þetta var frekar slæmt. Þetta var svolítið mikið slæmt, ég bara skildi ekki hvað var að gerast þarna. Svona, ég meina við hljótum bara að vera næst það bara það sem kannski er það einmitt þessi deyfð í Bandaríkjunum sem stærsta sjokkið ekki endilega Trump bara ég bara svo naív ennþá ég bara trúið ekki að þeir leiði þetta að þetta séu svona margir ég las daginn, það var svolítið áhugavert þá var að því vorum að tala minna Trump sem kannski front sem einhvers konar trúður eða spektakól sem er auðvelt fyrir okkur að vera reiðutan út í en það í rauninni bara svona svo bara defleitar það raunverulega pólitíska baráttu sem við ættum að vera í og þá var samlíking með svona hans svona pólitíska framgangi og pro-wrestling í Bandaríkjunum og því það ákveðið svona tungumál, svona sviðstungumál sem verður til og það var þessi líka gerði svona samanburður við til einmitt talandum að listin geti speglað eitthvað eða stungið á eitthvað kýli eða losað eitthvað eða bent á eitthvað ef maður ber saman Hitler og svo Charlie Chaplin þú veist versus Trump sinn eigin Charlie Chaplin Já, og hann, þú veist, maður sér þetta eins og þegar hann er að senda hersveitirnar inn í, þú veist, á vídeóin sem að koma frá Hvítahúsinu, það er húmor í þessu. Þú veist, þau gera grín að viðbjóðunum sem þau að stunda. Það sem hann flög yfir og drullaði yfir mótmælendur. Já, og Trump-gasa og þetta notar. Fólk einhvern veginn skemmt, það eins og þessi að horfa raunveruleika fram. Já, þetta bara entertainment og spektakul. En það gleymist að sem sagt, áróðusmálar ráðherra Pútín kom úr leikhúsinu, úr absúrdleikhúsinu. Já. Og ég upplýði þetta að vera svolítið svona skýr birtingamynd fyrir í rauninni að við erum að sigla inn í tíma þar sem að í rauninni absúrdleikhúsið er orðin raunveruleikin. Já. Og það er svo erfitt að fóta sig í raunveruleika þegar að táknin sem þú ert að taka inn get ekki passað saman. Og ég vart hugsa hvernig á maður að nálgast veist, ef maður ætlar ekki bara að vera á bara New York Times og bara CNN og RÚ og að vera alltaf að taka inn sjokkin, hvað gerist í hver skipti og en ég hugsa ef maður myndi líta á Trump þetta fyrirbæri sem myndlistagjörning
ef þetta væri gjörningur og það flaut nú einhvern tímann á internetinu sko svona teóría að sem sagt að því að Andy Kaufman sem að mínu viti einhver áhugaverðasti komiker í sögunni, kannski við Charlie Chaplin sem deyr úr lungnakrabbameini og það var alltaf á huldu en hann átti svona alter ego sem sko Tony Clifton sem svona mjög trumpisk típa svona vulgar, hávær alltaf með svona ömurleg framkoma gagnvart konum og það svona komið sér svona kenning að Andy Kaufman hafi ekki dáið heldur hann hafi horfið inn í sko svona langtíma performance sem væri Donald Trump og ég hugsaði mikið þetta að því að ef maður lítur á Donald Trump sem fyrirbæri sem gjörningur sko bak við gjörning einhvers konar þú ert að benda á eitthvað í samfélaginu þetta birtingarmynd á einhvers konar ástandi og ef maður skoðar Trump sem sko gjörning þá held ég að fáum að miklu dýpri innsýn inn í sko á hvaða strengi verið að slá í staðinn fyrir þetta að vera alltaf í sko viðbragði við sko að því hann kemur með nýjan viðburð New York Times tók nýlega saman fyrsta árið og tóku fyrir hvern einasta dag einhvern sjokkerandi viðburð eða eitthvað sjokkerandi sem hann sagði og ef við erum alltaf að sjokkerast þá erum við aldrei í einu standi til að analýsera neitt sem í gangi undir niður. Ég sjokkar að sést í gæri eitthvað fór inn á Spíkal eitthvað að reyna sko, þá var frétt hann hefði boðið Netanyahu í nýjársfagnar sinn til að fagna með honum og ég upplýði þess að frétt bara eins og ofbeldi eitthvað, þú veist, en samt er þetta fögnurinn, það búið að setja eitthvað í þannig þeirra fagna, þá bara allt í lagi með það. Veist, það er þessi veruleiki sem er búin til stöðugt. En ég fór inn á Fox í gær að ég var svona að skoða hvernig var fjallað þetta. Þar var fjallað þetta eins og wrestling og það var okkar sterki kall. Það var náttúrulega komið að því að þeir þurftu bara að mætast og okkar sterki kall, hann bara lagði hinn. Bara tók hann niður og nú hann á leiðinni bara í fangilsi við okkur. Og þetta var eiginlega sko stjórnmála samhengið sem var verið að bjóða upp á í Fox. En þetta svo mikið rugl sko, eitthvað bara hann sé kókaínsmiklar og svo bara Netanyahu í boðinu og þú veist, við erum í einhver svo ruglum, það er ekki stein í neinu og ekki, þú veist, það er það sem er svo erfitt að öll bara rök leysast upp, öll viðmið. Einhver stað springur þetta. Já. Heldur að mannskjarnan sé svo sterk að hún muni rísa upp eða það geti ekki gert eftir kannski 3 aldir? Já, ég held bara við lærum ekki nema í gegnum þjáningu í rauninni. Nú erum við búin að upplifa frið svo lengi, ég ætla ekki að spá einhverjum heimsendi eða einhverjum ógnar hörmungum. Mér finnst hörmungarnar vera svolítið núna að sjá þetta hvað maður verndaður upp á þessum litla kletti og hafa þetta útsýni yfir og geta ekki gert neitt en fylgjast með í beinni allstaðar frá, mér finnst það bara alveg gasalegt. Mér finnst Putin eins sami gjörningurinn og Trump í rauninni, þetta er bara falið. En það er líka það er búið að má út bara þjóðríkið einhvern veginn, þú veist, við erum að svo rosalega skrýtnir. Landamærin hafa þurrkast út sem getur verið alveg brjálæðislega gott tækifæri fyrir þetta blessaða samtal sem við erum ekki tilbúin í að því við viljum öll huga að okkar. Þú veist, við allir þurfum að passa sitt og þetta er svo hljóma svo andstætt en við höfum ekkert val, við þurfum að taka þetta hvað sem það kostar. Já, sko, Carl Jung þegar hann var að tala áföll og mér var svo áhugavert sko að hann talaði oft áföll sko einstaklinga og samfélaga í sama svipin og þú varst að tala skuggan sko, hann talar að áfallið skuggi og helsti eiginleiki mannsins í rauninni að geta að áfallið ferðast inn í þennan skugga sem aftengir þig tilfinningalega við áfallið tíma. Síðan kemur að því að áfallið rís upp úr skugganum og upp í ljósið eða upp í meðvitundina og þá stendur þú frammi fyrir vali
og það séu 3 leiðsögumenn sem þú þarft að kalla í lið með þér ef þú ætlar að vinna úr áfallinu, hugrekki, visku og kærleika. Gerir það ekki, þá dregur áfallið meðvitundina, ljósið, niður í skuggan og allt aftengt. Og ég held að þessi lýsing, þessi myndlíking fyrir áfall sem sko held ég eigi við bæði einstaklinga en ekki síður við samfélag. Og ég upplifi að þetta ráðaleysi sem að þú varst að lýsa svo fallega sko allríkjandi núna. Þú veist, við erum öll inn í skugganum og það aftenging að því að við sjáum ekki sko ljósið og okkur finnst allt í eins og hugrekkið, viskan og kærleikurinn séu nógu sterk vopn til að takast á við skuggan. Ég verði að skjóta inn hérna sjálfsmynd og stöð okkar í samfélaginu út af þessu, að út úr þessum tíma sem við erum að koma út úr, sem kannski nýfrjálski tíminn, að þá var svolítið svona hugmyndur að við myndum hafa bara þægilegt og vera að sinna okkar einhvern veginn og ef við verum eitthvað stressuð þá kannski hlaupum við upp á esjun eða förum í jóga eða eitthvað svona en svona við erum ekkert, það ekki að kalla okkur að við erum ekki í einhverju sameiginlegu verkefni hérna að búa til nýtt samfélag. Nýtt samfélag kemur hérna frá þeim sem hafa afl og getu til þess sem ríku og þeir koma með raunveruleika og samfélag sem miklu betra fyrir okkur heldur en það sem við vorum að reyna að smíða í gegnum einhverja pólitík og svona. Þannig að við erum svona meira og minna bara á fjárstýringunum eitthvað svona og núna erum við stödduð í þessu skuggaðinum og erum að horfa hérna og segja ég ætla að vona að koma einhverju lagi þetta. En ég held að sé ekki svona ríkjandi tilfinningum að það sé okkar að móta samfélagi sem við búum í. En þetta ekki miskilningur sem byggir svolítið á sko upplifna samfélagsmiðlum sko að þú setur eitthvað í samfélagsmiðl og þá ertu búin að like eitthvað eða búin að setja fána í hérna banner og þá ertu búin að taka þátt sko. Já, þá ertu búin að taka þátt sko. En það sem það gerir líka að þetta einstaklingsvæddi sko móralska afstöðu. Þannig að sko að móral var ekki einhvers konar samfélagslegur konsensus sem byggðist upp í að takast á heldur í rauninni hver og einn í sko annarkvæmt hneykslansinni eða bardaga sínum sko í mætti sín sjálfs þannig að einhvers staðar þetta sko svona endastöð einstaklingshyggjunar og það samfélagið sjálf og þegar allt í einu koma stórar samfélagslega spurningar þá erum við svolítið búin að missa frá okkur sko þekkingun og kunnáttuna að taka erfiðu samtölin að því að hneykslun algoritmans orðin hinn eðlislæga og einstaklingsvæðin hinn móralska það guðlega ég búið að taka yfir og bara ég þarf heilan fjölmiðl og ég þarf stjórnmálaflokk og ég þarf eitt en þetta ekki neinn samhengi þú veist þú þarft ekki einhver raunveruleg nei þetta eitthvað ég er ósatt við því það bara skrifa í einhvern status eða setja eitthvað sko það sem var rosa merkilegt núna bara talandi samt stöku menningar var konungarnir í Kísildalnum hjá Lóu og Kristjánu í lestinni og það tengir þetta allt, þú veist bara með einhverja brjálæðinga þarna í Kísildalinum að hann okkur og setja peninga og búa til hennan veruleika. Og framleiða líka þessar stjórnmálamenn. Bara ég miklu hrættar við J.D. Vance heldur hann Trump, sko. Sem tekur við. Maður það eiginlega. Honum, sko. Við erum í vissri hvíld hér, held ég. Íslandi bara viss hvíldarstaður í þessu öllu. Við svona erum að bregðast við í þægilegri fjarlægð. Svo berklahæli í Ölpunum svona 1920. Já, við erum einmitt og svo bara maður að pæla í einhverju öðru og slekkur. Maður svolítið stjórn á sínum tíma og sínu degi. En fyrir eða síðar kemur að því og það eru einstaklingar sem vakna upp fyrir og kerfi og ég held að til dæmis þessi kvíði og einsemd og svona séu þessi syndrom þar sem fólk að upplefa aftengingu og vanlíðan og eigin skinni. Fyrir það síðar, ég alveg sammála sem hann að segja, Þorleifur, ég held að það komi að því að maður sem einstaklingur geri upp við sig hvað maður velur sem gildi sem maður vil standa við og standa með og vera skýr á þeim í krafti visku, kærleika og þess að þú nefnir þessara æðri gilda en hvað þarf það að kosta að við komumst á þann stað hér, það getur verið ókvænlega stórt, kannski ekki. Við erum svo einangrið, við erum fljót að verða korktappi á hafinu sem
það getur allt mögulegt gerst, en ég held að fyrra það síðar og þessi skuggi sem ég var að tala í mínu persónulega lífi myndi ég segja að ég upplifa þannig að það knýjandi að gera upp í sig þetta val, svo maður sogist ekki inn í eitthvað eigið myrkur og haldi áfram á fjárstýringunni og algoritmanum. En ekki kannski síður mikilvægt að, sko, já, eitt að hvað maður segja, endurnýja umboð gildana innra með sér, en ekki hlut af því að fara að horfa inn í horfa inn í skugga þeirra sem deila ekki gildum þínum og reyna að skilja betur. Af því að það sem að samtalið verður ekki tekið áfram á því að ég á þessari skoðun og ert ekki sammála mér, þá ertu út. Já, það er orðið svolítið úrrelt. Nei, ég meina það er ekki úr, það skapar, ég er að segja, það drepur góðar hugmyndir. Já. Að samkennd, og þá ég ekki, því við ruggluðumst ofboðslega lengi á því að skilja einhver gerir eitthvað, væri það sama og að samþykja að viðkomandi hafi gert það. Að ég held að hljóti að leiðin fram á við hlýtur að vera svo ef að lýðræðið á að lifa af og lýðræði einhvers konar ófullkomin leið til að finna einhvern sameiginlegan grundvöll milli mjög ólíkra viðhorfa og skoðana að sjá að í staðinn fyrir að ég man þegar Trump var kosinn þá 2016, strákurinn minn ég vakti allar nóttina, leit síðan á son minn sem þá 5 ára, sofandi upp í rúmið þegar ég skreið inn í rúm þegar þetta var orðið staðfest 6 á morgunin og hugsaði, hann ekki að fara að alast upp í sama heim og ég. Og í svona hálft ára eftir var ég bara í sjokki. Og síðan þá hugsaði ég, þetta svolítið eins og að taka svona sjálfsánægulega móralska sturtu að vakna á morgnana, fara á netið, komast að því hvað fábjónin gerði núna, sjokkerast, líða svona betur með sjálfa mig að því ég er þá örugglega miklu betri að því ég er með þá betri gildi og og getur sem farið út í daginn og veist, að fór að hugsa hvaðan kemur þetta, hvað veldur því að svona einstaklingur að það eru 10 milljónir manna sem finnst hann betra en það sem til staðar. En þarna kemur líka inn á þetta, þú veist, þetta tvíbenda hlutverk, hann eins og karakter í leikriti, hann eins og raunveruleika, hann að seðja eitthvað í okkur. Já, en það sem að hann sagði fyrir kosningan 2016, sem ég fór tilbaka, því ég ákvaðist að hætta að horfa alltaf bara á highlightin, þegar þá lítur hann alltaf út þessu fóti og fór að horfa á hann þegar hann talar í 1,5 tíma. Og hann náttúrulega stórkostlegur entertainer í fyrsta lagi. Hann ekki jafn góður lengur því að hann náttúrulega orðið svo Joe Biden, en hann sagði eitthvað sem satt ofboðslega í mér. Hann sagði munurinn á mér og Hillary Clinton. Hillary Clinton, hún fer í 70 manna stadium með Beyoncé bak við skothelt gler og tala við ykkur. Og ég fer í öll litlu þorpin og hitti ykkur face to face. Og fæ skot næstu í og það sem hann var að lýsa þú veist, og maður þekkir þetta maður á börn baddi dettur og meiðir sig það, og sem kemur það til manns og maður tekur og maður kissir á báttið og einhvers staðar maður veita, barni veita líka að kossin í sjálfum sér breytir engu það gjörðin, það að mæta og segja ég til staðar. Þetta einhvers konar nánd. Nei, þú veist að ég held að íslenski stjórnmálamenn geti þykið þetta, þeir halda aldrei blaðamannafund og ef þeir halda blaðamannafund þá verður ekki blaðamannafundur heldur það ekki teknað við spurningar en ég held að Trump haldi 2 á dag og svarar að alltaf klukkutími svona hálftími sem að blaðamenninni fá og svarar öllum málskotunum. Og skrifar líka viðstöðulaust á Truth Social. Og talar svolítið eins og hann sé að tala við þig. Já, og situr líka alltaf aftur í á Air Force One og þannig að hann talar við fólk en ég ætla að reis svona kenning sem ég hef verið með við Rauðaborðið sem ég ætla að pröfa á ykkur sem að þegar ég var að komast til vits og ára að þá var til svona eitthvað sem væri hægt að kalla svona counterculture það sem var möguleiki á því að lifa í samfélaginu og oft tengt listum og einhverju svona sem þið kannast við bara hætta að versla í fatabúðum og gekk bara einhverjum gömlum fötum og hætta að fara til rakarans og bara bjóð með til minn eigin menningar heim þessum var bara samkomlega fjölda fólks að það var hægt að lifa svona til hliðar við samfélagið.
núna að því að sömuleyti þá hérna til þessi leikhúsinu, þá allir þessi svona svið sem oft voru í einhverjum skemmum og einhverju dóti, það er ekki lengur líklega vegna þess að það komið allt undir túrisma, hver einasti stiftur veggur á Íslandi komið þar undir. Það svona sjálfútgefin hérna, þegar ég var ungur þá var hérna sjálfútgefin ljóð, það voru bara ótrúlegur hérna markaður og einhver leyti var meira af þessu. Og hérna, núna minna þessu og manni heyri stundum sem að tala við yngra fólk að það vilja helst bara meika það inn í sko stóra heiminum. Er þetta ekki eitthvað sem að því að vera að tala hvað listin ætti að skaffa, meðan annars svona breytta sjálfsmynd og stöðu mannsins í samfélaginu? Verður ekki listin að skaffa svona hliðarveruleika? Það sem er hægt að lifa á þess að vera bara einhvern veginn. Ég held að þetta sé samt ennþá svona. Þetta er kannski bara fjarlægar okkur í aldri. Ég á tiltölulega unga einstaklinga sem börn og þau lifa og hrærast í þessum veruleika sem skilar ekki krónu í listum. Þannig að það er ekki öll von úti að þetta er ekki alveg liðið undir lok, alls ekki, því að þetta leitar sér útrásar í grasrótinni, það er ekki spurning. En ég meina sem listamaður þá held ég að sé alltaf hluta því sem að það gerir þar að draga sér í hlé, í einangrun og í algjörst svona í látleysi. Þetta er svona látlaus lífstíl, sjálfbær. Mér finnst ég verið búin að gera þetta í fjöldamörg ár, en hópur fólks, það er kannski eitthvað annað, en mér finnst að vera eðli listarinnar, það er einhvern veginn líka að draga sér svolítið, ok, þetta er ekki rétt hjá mér, það er bara eðli mín sem listamaður að draga mig í hlé og vinna út frá rosalegum einfaldleika. Þannig að margir gera það. Og svo eru til ótrúlega skemmtilega bara svona eins og Garg, sem hún er með hún Helga, hérna, það er bara eitthvað stærri Vesturbænum, það er lítið samfélag sem ungt fólk og bara alls konar fólk getur komið og langa bara að búti bók og fræðast alls konar bara bækur hérna og þaðan og verið að kaupa einhverja prentvél og ég fór með mitt krakka úr LHÍ til hennar og þetta bara svona opnaði heim, bara bókverk og þannig að getur munað svo mikið eitthvað bara svona hvert sem verður til. Og það er bara svona samfélag sem er búið til. Og ég minna það er í leikhúsinu, þú veist, auðvitað vitum við það ekki, við sjáum kannski ekki alltaf grasrótina. Þú veist, það er í Skerjafirði, þar eru hópur sviðsöfunda sem er í bara einhverjum skúr sem er ekki eins og með kyndingu eða klósetti og þau eru með sviðslitaviðburði eins og 2 í mánuði. Svo er hópur sem er hústökufólk í Þjóðleikhúskjallaranum sem heitir Rekkart sem er allt innflytjendur og fatlað fólk og hinsegin fólk. Ég meina þetta fer ekki hátt af því þetta er líka underground, þetta er grassroots, þetta er ekki inn í þetta er ekki inn í kapitalísku maskinunni sem að er í, þú veist, sem að leikhúsin og stofnanirnar bera, þú veist, fram fyrir okkur. En 1970 var fólk sem tilheyrði þessu, sem trúði því að það gæti unnið. Ég held að fá einhvers staðar viðspyrnan gegn samkomulagi í samfélaginu væri svo sterk að við myndum umbreyta heiminum. Ég held að það sé einhvers staðar, ég meina það er það sem heldur mér gangandi, einhver barsleg, algjörlega glórulaus barnatrú á að það sem ég geri skipta einhverju máli og ég geti bjargað heiminum með einhverju tilgangslausu leikhúsi. Þú veist, en ég meina ég bara sem listamaður bara lifi og rærist í þessari þversögn. Ég sé það sama, ég nenni ekki fram úr nema til að berga heiminum. Þetta eru bara líf og dauða. Það er þar í óperunni, það er kannski svona mörkunum, en það er náttúrulega furðulegt grasrótarstarf í gangi. Ég held að það verið 5 frumsýningar í fyrra og það eru 2 nýjar íslenskar óperur sýndar og engin íslensk ópera til. Það er svo HF eða OHF eða hvað hann á að heita. Þannig það er... Herðu, ef við ekki að setja hlið á þetta, við kannski höldum áfram að svona spjalli hérna setna við rauðaborðið. En þetta minnir mér bara að ég hitt einhverja 2 unga stráka fyrir tilviljun sem voru eitthvað að gera óperur á íslensku. Mér fannst þetta ótrúlega flott, bara því að þú veist íslenskan, það er eitthvað sem komst á þessu ári, er bara eitthvað sem þarf virkilega að huga að. Grím sem var í Tjarnarbíói er ein af sýningum ársins, sko. En það sem eru þetta magnað, sko, kannski að því að þú sagðir þetta ætti nú valla við, sko, en sko, óperan er kannski ennþá, sko, hefðbundnasta formið. Og svona í ytri, sko, rammanum það vissulega það, en það er kannski
sko staður fyrir mesta sóknarfærið því að þar á eftir að brjóta sko flestar konvensjónir sko. Og hentar okkar tíma vel því að hvað Aria, það sem svo status á Facebook. En þetta, ég ætla bara Já, að líka tíminn afstæður sko. Hann er svo guðdómlega afstæður í tónlistinni. En ég held að þar sé gríðalegt sóknarfæri að svona endur næra og sko svona að finna upp hjólið að nýju. En það var líka bara eitthvað svo gaman að hitta einhverja tvunga stráka þegar bara við erum að gera óperur og íslensku. Það var bara eitthvað. Það var frábært. Kristín, Greta, Auður og Þorleifur, kærar þakkir. Takk. En við ætlum að hafa örstuðli hérna, svo kemur hann Sigurjón bróður minn og hann ætlar að enda þennan þátt eftir augnablik.